Suðurnesjamenn fara ekki varhluta af auknum ferðamannastraumi til landsins. Augljós merki áhrif ferðamennskunnar vöxturinn í bílaleigugeiranum og gríðaleg umsvif og álag í flugstöðinni. Nú svo komið að sífellt fleiri ferðamenn sækja Reykjanesið og helstu perlur þess heim. Bláa lónið orðið fyrirbæri út af fyrir sig, þar sem færri koma stað en vilja. Áhugaverðir staðir á svæðinu draga sífellt að sér fleiri ferðamenn. Fréttamenn Vikufrétta heimsóttu þessa staði í liðinni viku og ræddu við ferðamenn og staðarhaldara. Henning Hekseberg, hlaupari frá Noregi, hefur margsinnis komið til Íslands. Hann segir sérstakan kraft búa á Reykjanesi og þá sérstaklega á brúnni milli heimsálfa. Yeah, it is really exotic. So I hope more people are able to see this. So it's good to be here. I like it. And this place between the continents, do you feel something special when you come here? Yeah, when I pass this bridge, it is special. So I hope that a lot of people can get the same feeling, and it's something in my stomach that says it's strange. You know, this is exotic. Maros Túnak áhuga ljósmyndari frá Tékklandi sem hefur komið tvisvar til Íslands á síðustu 5 árum. Hann hefur sérstaklega gaman af því að ljósmynda landið enda mikið opin og hrein svæði að hans sögn. Uppáhalds ljósmynd Maros í fyrri Íslandsförinni var tekin við Garðskagavita. It's very nice for photography. It's a unique in photography because it's a very large, clear places. They told me, your wife and her sister, they told me your favorite picture was from this lighthouse here. How is that so special? I don't know. I don't know. It's my favorite picture from here, from this lighthouse. Sigurður Þorsteinsson, veitingamaður á Garðskaga, segir söguna og orkuna frá svæðinu hafa sérstakt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Sigurður rekur litla kaffihúsið á Garðskaga sem hefur fallið vel í kramið hjá fólki. Hverjir helst svona að koma að heimsækja ykkur hérna og hvað fólki kannski að sækja í hérna út á Garðskaga? Sko, fólk veit ekki alveg kannski hvað það að sækja. Það samt sem áður, það að fréttast hérna af kaffihúsinu. Það fólk að koma bænum og slíta því líka, en svo fólk að túristar að koma hérna og þá kannski að fólk að stoppa hérna áður en fer ellendis og þá kemur það hérna og það kemur svo óvart hvað þetta fallegt hérna og svo framvegis og þá stoppa það hérna og þá reynum við svona að segja þeim einhverja sögur hérna á svæðinu og svo framvegis og líka dreifa þeim áfram Reykjanes því að það skiptir máli og það alveg bara rosalega flott hvernig það tekið. Eftir að fólk kannski búin að setjast hérna niður og fá sér kaffesopa og horfa hérna yfir ströndina og hafið, hvað hefur það orðið við því svona, hver þeirra upplifun kannski hérna af svæðinu? Sko, það kannski orkan sem það en svo þegar það fær að heyra hérna, sko, að straumurinn fer hérna inn hérna, hvernig sko, sjórinn fer hérna og hvernig straumurinn fer hérna og af hverju þetta var svona vinsælt hér út af fiskveiðum og slíkt. Að þá fer fólk að skilja söguna og ef það fær að heyra söguna, það elskar fólk alveg. Hvernig sérðu fyrir þér svona, kaffihúsið, þeir eru með lítið kaffihús þarna inni, þetta örugglega eitt af minni kaffihúsunum hérna bara á landinu, þetta ekki svolítið svona sérstakt og kannski fólk sækir í þessa sérstöðu, svo við nú segja? Nákvæmlega. Svo þegar við förum að gera hérna vöfflurnar hérna og sjávarréttasúpu hérna með, en fólk líka sko, við að reyna ekki að kynna bara þetta svæði, við að reyna að kynna allt svæðið, Sandgerði, Keflavík, við þurfum að kynna allt svæðið og það skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að ef við þurfum að vinna saman hérna á þessu svæði þá erum við að ná allir árangri og það sem skiptir máli. Og ég held að það sé kannski fyrst og fremst það að við reynum að hugsa hvernig getum við látið þetta fólk vera hérna 3, 4, 5 tíma. Ef við gerum það, þá þetta ekkert vandamál. Þá mun það, sko, við erum líka að fá ellendis frá ferðaskrifstofu sem að biðja okkur að hvað getum við skipulagt hérðan, fara Suðurstrandaveginn, það eitthvað sem við eigum að fara að skoða, en við þurfum líka að skoða þetta út frá því hvernig getum við þjónað þeim þegar þau eru hérna. Að þessu hafi nóg að gera, séu ánægðir, þá koma þau tilbaka og þetta dreifist. Aðstæðan til dæmis út á Reykjanesi, hún kannski ekki upp á marga fiska varðandi salerni og annað. Yrðum við í stakk búin til þess að taka á móti, segjum að það myndi fjölga hérna á næstu 2-3 árum umtalsvert? Þeir mun fjölga umtalsvert. Og við erum til þess að stórauka salernisaðstöðu hér. Við erum ekki ánægðir, við viljum gera betur og við ætlum að gera betur. En það verið út á Reykjanesi líka verið að gera, Grindvíkingarnir að gera frábæra hluti, alveg frábæra hluti. En ég held að þetta svæði, Sandgerði, Keflavík og Garðurinn,
þetta það sem við þurfum að standa betur saman, við þurfum að vinna betur saman og við þurfum að finna hvernig getum við uppfyllt þarfir þessa fólks. Þannig að við erum ánægt hérna, eða ánægt hérna, þá kemur hérna aftur og það dreifist. Rússneski tónlistakennarin German Kloppin hefur búið árabil í Reykjanesbæ. Hann fer reglulega Reykjanesið og nýtur þess að vera ferðamaður á nýjum heimaslóðum. Hann var við Valahnjúk ásamt Katarínu eiginkonu sinni þegar blaðamenn bar þar að garði. Mér finnst mjög mikið gaman að koma á þessi svæði út að hérna svo mjög mikið vatn og sól og nokkru sinnum rok og mikið rigning og þetta allt í einu, þetta svo mikið gaman og líka fyrir ljósmyndara super tækifæri að taka flott mynd frá Íslandi og svo setna skoða myndir og þetta bara alveg besti staður hérna á Reykjanes eftir mínu tilfinningu. Og ég og kona mín við erum að koma reglulega á þessi svæði og tekjum myndir hérna og Hvað uppáhaldsstaðurinn hérna á Reykjanesi? Hvaða staði heimsækirðu? Ég skal bara segja að þessi staður bara besti fyrir okkar og líka Blálóni. Finnst líka mjög mikið gaman að fara hingað og segjum svona líka kannski ekki meira svona Reykjanes og Geysir og Gullfoss, þetta líka mjög fallegt og hérna líka Garður. Má ekki gleyma að tala Garður, þetta bara líka mjög fallegur staður og líka fyrir fólki sem að taka myndir. Garðskaginn? Já, þetta bara best. Þeir sem hafa gert sér ferð út á Garðskaga í sumar hafa eflaust tekið eftir myndarlegri byggingu sem rís í nágrenni við Vitana 2. Þar byggja stórhuga heimamenn glæsilegt hótel með mikil tengsl við náttúruöflin. Hvernig kom það til að þið fóruð út í þessa smíði og þessu mannvirki hérna rétt hjá Skaganum? Þetta byrjaði náttúrulega bara einhverju hugmynd, yfir kaffibolla. Og við erum náttúrulega búin að vera með gistimil í 4 ár og búið að vera dálítið mikið í trafík hjá okkur. Og svo maður talaði fólk að það líkar fólki svo vel að vera hérna, í sveitinni sko. Svona kyrrð og ró og bara upplifa náttúruna, dýrin, hestana, kindurna hérna og svona norðurljósinu og vitana sko. Þannig að við fórum svona á stúfana og reyndum að stækka hjá okkur og það endaði í þessari byggingu hérna, fyrir aftan okkur. En hvernig svona, já, nú ertu búin að vera aðeins í þessum ferðabransa. Hvernig sérðu þetta þróast? Þú hlýtur nú að vera þokkalega stórhuga fyrst þú ræst í þetta. Já, ég náttúrulega, maður tala við fólk og það segja allir að sama Ísland, að Ísland sé alveg einstakt land, náttúran og það ætla að koma aftur. Það vilja allir bara koma aftur. Og það segir mér náttúrulega mikið, það líður vel sko, og svo líka eru margir að tala það hvað þetta öruggt land. Það ekki hætta eina hverju horni eins og út í heimi sko. Þetta bara svona rólegheit og menn keyra hérna, upplifa Ísland náttúruna og svo náttúrulega alla spán náttúrulega hafa verið upp úr þakinu. Það sem maður sé bara í blöðum og bara, maður hefur fylgst náttúrulega mikið með þetta lengi sko. Og ég veit ekki hver spáin eftir 4-5 ár, hvort það að lenda hérna einhverja 16 milljónir farþega á Keflavíkurflugvelli. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega sko. Og við búum náttúrulega ágætlega hér að vera þetta nálægt flugvellinum og hér náttúrulega eitthvað sérstakt þó við séum vön þessu að hér flatt og hraun og allt þetta sko en túristinn vill þetta kannski? Túristinn, fyrst þegar sem hann kemur þegar hann til dæmis kemur fyrsta daginn þá hann upplifað þetta ferska loft, kalda ferska loft. Það ábyggilega svona svipað á því að við fyrir til Spánar, förum út úr flugvélinu og lendum á þessum vegg, hitavegg sko. Það var þetta sama upplifun fyrir það þegar það kemur hérna. Það var svona ferskt loft og hreint vatn og svona. Ég segi að þú skoða nú aðeins inni hérna hjá þér og herbyggin nú svolítið rúmgóð og flott og svona. Þið vilja að túristunum líði vel hérna? Já, við lögum dálítið upp með það að vera ekki með ekki lítil herbyggi. Herbyggin í ferðaþjónustunni að stækka. Kannski eldri hótel eru kannski með þessu 15-17 fermetra herbyggi sko. En þau eru alveg komin í dag svona hjá flestum í nýbyggingu, allt upp í svona 20-26 fermetra herbyggi. Og við lögum upp með að vera með 24-5 fermetra herbyggi, svona meðaltali sko. Sem hérna heimamaður í húð og hár, finnur þú fyrir auknum áhuga á garðinum, Garðskaganum? Alveg tímanlegust. Við erum náttúrulega búin að vera í svona ferðastefnumótum hérna og það hérna náttúrulega búið að opna gamla veitan og síðan veldi ég nýju veitingastæðurinn og opna núna bara eftir nokkra daga eða nokkra daga bara já. Og það á að vera mikið svona gróska hérna í ferðamanna innanum hérna sko.
vegna þess að það, eins og allir vita, þá er rosalega gott að vera hérna á Gaska, sko. Miklir straumar hérna og bara gaman að vera hérna, sko. Hvernig hefur þú upplifað sumarið í ár, svona varðandi ferðamannastrauminn? Það er búið að vera mjög mikill straumur á Reykjanesi. Það er búið að vera mjög mikill uppgangur hérna á svæðinu og þeir ferðaþjónustaðilar sem við höfum verið í sambandi við hafa haft góða sögu að segja á svæðinu og hafa ferðamönnum. Þeir staðir svona sem við erum helst að fylgjast með eru undir miklu álagi og við áformum uppbyggingu á þessum svona helstu stöðum við Reykjanesvita, við Gunnukver, við brú milli Heimsálfa, Brimketil á næstu 3 árum. Hvað geoparkinn varðar þá er þetta líklega framkvæmdur upp á rúmlega 100 milljónir á 3 ára tímabili. Þú segir að þessi mikið álag á þessum stöðum, hefði þessi uppbygging þurft að vera komin lengra á veg en hún er komin? Já, við erum að horfa á uppbyggingu á næstu 3 árum sem hefði þurft að eiga sér stað á síðustu 3 árum, svo ég segi þér bara alveg eins og er. Það hefur hins vegar, það hefur skort fjármagn og það hefur líka flækt málin bara skipulagsvinna, samráð við landeigendur, samráð við sveitarfélög, samráð við ríkisvaldið. En ef við horfum bara núna fram á vegina þá eru skipulagsmálin komin lengra heldur en þau hafa verið áður, þau eru allar réttur róli. Það er búið að samþykkja nýtt deiliskipulag fyrir Reykjanesvita og nágrenni. Skipulagsstofnunin er búin að staðfesta það og við áformum að fara í jarðvegsvinnu bara núna á næstu vikum við bílastæðið. Þá munum við einnig laga veginn að Gunnukver og fara í framkvæmdir við bílastæðið við Brimketil. Núna kannski brennur mikið á fólki síðastliðin 2-3 sumur salernismál. Ég fann aðeins fyrir því sjálfur á ferminni Reykjanesið og þar er talsverður fjöldi bíla og rúta sem eru við Gunnukver og brúna milli Heimsálfa. Það virkar svolítið sem svona lítið mál, salerni. Af hverju er ekki komið til dæmis salerni á þessi staði? Svona á pappír þá virkar salerni mjög lítið mál. Hins vegar þarf að leggja lagnir og það þarf að samþykkja skipulag. Skipulagsferlið er búið að taka langan tíma og samráðsferlið við landeigendur og við sveitarfélagið. Og það er komin ákveðin lausn hvað það mál varðar. Hún verður kynnt núna á næstu vikum. Það verður byggt þjónustuhús á Reykjanesi þar sem verður meðal annars salernisaðstaða, þar verður einnig boðið upp á annars konar þjónustu.